Við ætlum að tala það sem að kannski stór hvati fyrir menn að gera eitthvað í málum og það hvort þeir græða eitthvað á því. Nú næsta erindi nefnist hvað græða fyrirtæki á því að vera græn og það Ketill Magnússon sem framkvæmdastjóri Festu sem eru samtök fyrirtækja með samfélagsábyrgð og áður en Ketill kemur, augnablik, að þá ætla ég að biðja þá sem verða hér í pallborðinu að smokra sér hérna bakvið og fá lítinn hljóðnema. Þannig að þið bara komið svona eitt af öðru. En Ketill, gjörðu svo vel. Það er best að ýta á skeiðklokkuna svo maður haldi tíma. Komið sæl og blessuð, kæra þakkir fyrir að fá að koma hérna og tala þetta mikilvæga mál og segja ykkur aðeins frá því hvað Festa og fyrirtæki sem eru aðilar að Festu að hugsa þegar kemur að umhverfismálum. En kannski fyrst bara má ég spyrja hversu margir vinna hjá vinnustað sem hefur sett sér mælanleg markmið að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, réttvænt. Já, þetta bara þó nokkur fjöldi. En svona, ég myndi slá svona kannski helmingurinn eitthvað slíks. Við ætlum að gera þetta öll. Við ætlum öll að hvetja okkar vinnuveitendur, hvort sem það eru fyrirtæki eða stofnanir, að setja okkur raunhæf og mælanleg markmið að losa losun gróðurhúsalofttegunda. Því að þetta í rauninni risastórt mál. Þetta mál sem snýst það að horfa lengra fram á við og horfa víðar og ef við setjum þessi tvö skilyrði saman við bara hugsum að reka fyrirtæki, þá fer það saman. Umhverfishugsun og arðsemi af rekstri fyrirtækja. En því miður það oft þannig að við erum ekki að fókusera nægilega langt fram í tímann. Við erum ekki að taka ákvarðanir sem við hugsum að hafi áhrif nægilega langt fram í tímann og við erum ekki að hugsa nægilega vítt þegar við hugsum afleiðingar eða áhrifin af ákvarðanir sem við tökum á hagsmunaaðila okkar. En það svo sannarlega tilefni til þess að gera það mikilvægt að gera það og það ýmsir hvatar sem að hjálpa okkur til þess. Einn af þeim alþjóðasamfélagið. Hér hefur aðeins verið minnst á en kannski ekki eins mikið eins og ég átti von á markmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Við sem erum að vinna hjá fyrirtækjum og sérstaklega í alþjóðlegu samstarfi við erum að sjá alveg gríðarlega mikinn áhuga hjá fyrirtækjum og stofnunum á þessu fyrirbæri þar sem að þjóðir heims, sveitarfélög í heiminum, fyrirtæki í heiminum og einstaklingar í heiminum geta sameinast 17 markmið betri heim. Fyrirtæki eru farin að nýta sér þessi markmið til þess að flétta þau inn í viðskiptastefnur sínar. Og að mínum að það merkjum það að fyrirtækin eru með hagnýtum hætti farin að sýna fram á eða sjá að það að hagnast og standa sig vel fjárhagslega í rekstri fer saman við svona stór markmið og gildi fyrir mannkynið. Nú en hvað eigum við þegar við tölum ábyrgð fyrirtækja? Í stuttu máli getum við sagt að ábyrgð fyrirtækja snúast það að þau hugi að þeim áhrifum sem að ákvarðanir og athafnir þeirra hafa bæði á umhverfið og samfélagið. Að það sé gert með gagnsæjum og siðrænum hætti, það stuðli að sjálfbærni þessari stóru og mikilvægu hugsjón, að það hafi áhrif á væntingar allra hagsmunaaðila, að það sé gert með tilsjón eða með lög, bæði þjóðlög en alþjóðasamningum með huga og það er gert að fullum heilindum í allri starfseminni. Það sé ekki nóg bara að gefa peninga í góðgerðarmál eða flokka pappírinn á skrifstofunni, heldur að hugsa það hvernig fyrirtækin og stofnanirnar starfa til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðal annars. Nú en hér erum við að reyna að segja, halda því fram líka að þetta sé ekki bara snúist ekki bara það að fyrirtækin setja upp geislabauginn og fórni sér fyrir samfélagið, heldur sé þetta tækifæri, viðskiptatækifæri líka fyrir fyrirtækin. Það sé með öðrum orðum bæði siðræn og efnahagsleg rök fyrir því að fyrirtæki hugsa umhverfið.
Nú förum aðeins betur út í það, hvaða kraftar eru það? Hvernig getum við sagt það að fyrirtæki græði á umhverfismálum? Nú í fyrsta lagi þá getum við sagt að betri umhverfisstjórnun fyrirtækja minnki rekstraráhættu. Minnki líkurnar á því að fyrirtækin valdi umhverfisslysum eða þurfi að bera skaðan af umhverfisslysum. Í öðru lagi þá hefur við sýnt fram á það búið að sýna fram á með mörgum rannsóknum að fyrirtæki sem sinna samfélagsábyrgð og umhverfisvernd eru vænlegri vinnustaðir. Fólk vill frekar vinna hjá þannig fyrirtækjum og sérstaklega ungt fólk sem getur valið sér vinnustaði, vel menntað og veigra sér ekki við að færa sig til ef að þeim finnst ekki gildi þess vinnustaðar sem þeir vinna á fara saman við sín eigin. Nú stundum þetta hreinlega bara svona siðræn prinsip sem að eigendur og stofnendur fyrirtækja hafa til þess að setja umhverfismarkmið. Nú en svo það oft pressa frá samfélaginu. Það gerist eitthvað hræðilegt, það eitthvað krísa, fyrirtæki verður uppvíst af einhverju klúðri og það það sem fær það til þess að hugsa, nú verðum við að hysja okkur buxurnar og svara þessu ákalli. En oftast það nú ímyndar sjónarmiði, það að segja að fyrirtækin trúa því að það að vera umhverfisvæn og ábyrg, að það hafi hreinlega góð áhrif á reksturinn, laði til sín viðskiptavini og skapi fleiri viðskiptatækifæri. Ég vil, og við erum líka sannfærð það að nýsköpun, það reynt að koma þess fram hérna í dag, að þegar við stöndum fram fyrir svona stórum verkefnum eins og loftslagsmálin eru, áskorunum, einhver myndi segja vandamálum, að þá getum við snúið þeim upp í tækifæri líka. Og það felast gríðarlega mikil tækifæri í því að nýta betur auðlindir, sjá tækifæri, finna lausnir. Þetta eru bæði nýsköpunarsviði tæknimála en ekki síður samfélagsmála. Nú, fyrir réttum 2 árum síðan þá komu 104 forstjórar íslenskra fyrirtækja saman í Höfða og skrifuðu undir loftslagsyfirlýsingu. Þeir lofuðu að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda fyrirtækja sinna og að draga úr úrgangi. Sjáu hvað eru ánægð, allir þessir aðilar á þessari mynd. Og ég var þarna og ég get sagt ykkur að þetta innileg og raunveruleg ánægja og áhugi fyrir viðfangsefninu. Með öðrum orðum, það áhugi hjá íslenskum fyrirtækjum að standa sig vel í loftslagsmálum. Ekki bara það að þeir hafi komið þarna heldur fóru síðan fjöldinn allir af fyrirtækjum á stað og þegar forstjórarnir voru búin að skrifa undir þá var þessu verkefni fengið til einhverja sérfræðinga innan fyrirtækjum og þeir beðnum að útfæra þetta. En fyndum út í því hvernig við getum minnkað losun gróðurhúsalofttegunda og það var nú kannski bara aðeins flóknara mál heldur en að koma í Höfða og skrifa undir. En við sem sagt þessi hópur fyrirtækja settist niður og hugsaði hvernig getum við eiginlega gert þetta. Og það var sérfræðingahópur fyrirtækja sem kom saman og fletti upp hvað verið að gera annars staðar í heiminum. Hvernig getum við hugsað okkar fyrirtæki hvert og eitt og dregið úr losun þar og lagt þannig okkar á vogarskálarnar fyrir Ísland til þess að standa við sína skuldbindingar í Parísarsáttmálanum. Og það sem var gert var í rauninni það var valin aðferðafræði sem stundum kennd við Greenhouse Gas Protocol sem gengur út á það að meta bæði bein og óbein áhrif eða losun af rekstri fyrirtækja. Og út frá því var hannað mælitæki sem öllum opið og öllum aðgengilegt, Excel-skjal á síðu festu sem fyrirtæki og stofnanir geta nota til þess að reyna að greina með eins nákvæmum hætti eins og við getum losun sína. Þetta flókið, margir segja, en þetta svo ofboðslega flókið og tímafrekt. Þetta flókið og verður flókið. Það flókið að finna losun gróðurhúsalofttegunda á rekstri fyrirtækis, en það hægt. Og ekki bara það hægt, heldur eru mörg fyrirtæki byrjuð að gera það. Við gerðum könnun á þessu ári, þar sem við spurðum þessi 104 fyrirtæki, hvernig ykkur að ganga? Við hefðum alveg gjarnan viljað fá meiri svörun og meiri þáttöku, en það eru þó það bil helmingurinn sem byrjaður að setja sér raunveruleg markmið að fara að vinna eftir því. Og það bara töluvert, að mínu mati getum við sagt að fyrirtækin eru allavega ekki eftir bátur þegar kemur að því að fara til raunverulegar aðgerðir til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
En það sem þau nefndu að oftast hefði verið svona þær aðgerðir sem sköpuðu árangur, það var til dæmis að voru orkuskipti í samgöngum sem sem nefnt hefur verið hér og eiginlega undirstrikar það sem hér hefur komið fram, að orkuskipti kannski einfaldasta leiðin. En þá eru fleiri aðgerðir og skýrsla sem aðgengilega á vefnum hjá okkur sýnir stöðuna hjá öllum þessum 104 fyrirtækjum, hvað þau eru að gera og þar eru skýr dæmi sem að önnur fyrirtæki geta nýtt sér til þess að feta í fótsporið. Það var líka gaman að sjá það að 98% af þessum þátttakendum í þessari könnun töldu að verkefni, þar að segja að fara í það að mæla, setja markmið og birta niðurstöðum losun gróðurhúsalofttegunda og úrgangs skili árangri fyrir heildina. Þannig að við vitum að við erum á réttri leið. Mér langaði aðeins til þess að segja ykkur frá öðru verkefni sem við erum að vinna, það að segja í ferðaþjónustunni. Það eru mörg brýn verkefni þar og umhverfismálin ekki síður. Á byrjun þessa árs þá komu saman 250 fyrirtæki, nú eru þau orðin yfir 300 sem hafa skrifað undir yfirlýsingu um ábyrga ferðaþjónustu. Fyrirtækin hafa, eins og áðan, komið saman og hafa mikinn áhuga á því að standa sig þegar kemur að umhverfismálum. Við hjá Festu og ásamt ferðaklasanum höfum sett upp röð námskeiða og fræðslu til þess að hjálpa þeim að ná árangri þar. Og við höfum séð árangur, tengt þessu eða jafnvel hjá frumkvöðlum sem voru byrjaðir af þessu áður en að við fórum af stað. Ég ætla að nefna nokkuð dæmi. Hér sjáum við Grand Hotel, en Grand Hotel svansvottað hótel og hefur náð mjög miklum árangri þegar kemur að umhverfismálum. Og þau hafa sagt okkur það að þessi árangur umhverfismálum að skila sér í rekstrinum. Skila sér í betri nýtingu auðlinda, minni kostnaði og agaðri vinnubrögðum. Hér var rætt ÁTVR áðan og bílakaup. Það er bara gott, ég held að Neytendasamtökin eigi að vera í þessu hlutverki að minna á að pota í, en ég vil endilega hvetja ykkur til þess að fara inn á heimasíðu ÁTVR, skoða þar ársskýrslu fyrirtækisins og sjá hvað miklum árangri þetta félag hefur náð í umhverfismálum. Það eftirtektarvert og það svo sannarlega líka búið að skila sér í rekstrinum. Til dæmis þeir farin að fá tekjur núna af bylgjupappanum sem fellur til, en áður þurftu að borga fyrir urðun á honum. Fleiri dæmi. HB Grandi, eitt okkar stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum, að ná mjög miklum árangri að taka umhverfismálin með virkilega eftirtektarverðum hætti með föstum tökum. Búið að koma sér upp sérstakri flokkunarstöð til dæmis. Búið að setja markmið úrgang og losun borð í skipunum. Búið að fjárfesta í nýjum skipum sem ekki eyða eins miklu. Þannig að þarna erum við að sjá fyrir utan það að nýta afurðirnar betur og fá hærra verð fyrir þær. Með þessu vildi ég sýna ykkur það að það eru fjölmörg íslensk fyrirtæki sem hafa áhuga á að leggja Íslandi lið eða líta bara á það sem sitt verkefni að taka þátt í loftslagsmarkmiðum, setja þau skýr fram, vinna að með markmiðum sem hætti og getum við sagt græða á því. Takk fyrir.